Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 705 haldinn í Stapa Hljómahöll þann 21. október árið 2025 kl. 17 hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pétursdóttir, Birgitta Rún Birgisdóttir, fyrirgefðu, Pálsdóttir, Birgitta Rún Birgisdóttir, Margrét Ólöf Sandes, Eyjólfur Gíslason, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 4 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. október, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. október, fundargerð velferðarráðs frá 9. október, fundargerð menntaráðs frá 10. október, en virðulegu bæjarfulltrúar, í upphaflegri dagskrá fundarins var inni 5. mál sem fjallaði breytingar á skipan fulltrúa og embætta í bæjarstjórn og ráðum Reykjanesbæjar. Í gær fengu þið sentilega tölvupóst að þessi liður hefði ratað inn á rangan fund en þessi dagskrárliður verður á næstkomandi fundi bæjarstjórnar þann 4. nóvember næstkomandi. Forseti biður afsökunar á þessum mistökum en þessi dagskrárliður verður því ekki til umfjöllunar hér í kvöld og því aðeins 4 dagskrárliða að ræða líkt og forseti taldi upp hér áðan. Nú, þá hefjum við umræður og byrjum á fyrsta máli fundargerðar bæjarráðs frá 9. og 16. október og orðið laust. Nú, forseti vill kannski byrja á því að hleypa Valgerði Björk Pálsdóttir að. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætlaði bara svona aðeins að fara yfir málið sem að mig varðaði þarna á fundi bæjarráðs 16. október. En þá kynnti ég fyrir fulltrúum bæjarráðs fræðsluferð stafræns ráðs samband sveitarfélaga á Íslandi til Danmerkur. En þar kynntum við okkur, þar sem ég sit í stafrænu ráði sem fulltrúi SSS og hefur verið formaður undanfarin 2 ár eða svo. Þar kynntumst við í rauninni hvernig sveitarfélög í Danmörku skipuleggja sína stafrænu þjónustu og langaði mig bara svona að koma því á framfæri við bæjarfulltrúa í bæjarráði og hafði þar meðlangt minnisblað svona fyrirkomulagi sem við lýði í Danmörku versus það sem við höfum á Íslandi. Og þetta var bara svona brýning frá mér til bæjarfulltrúa að kynna sér þessi mál. En það má alltaf taka samtal hérna núna á fundunum eða síðan en mér langaði allavega að þetta minnisblað svona lægi þarna inni fyrir bæjarfulltrúa til að kynna sér þetta en það svo sem ekkert kannski nýjar fréttir í þessu heldur bara svona öðruvísi uppsetning í Danmörku á því hvernig stafræn þjónusta framkvæmd. Þar virkar þetta sem þannig að samband sveitarfélaga í Danmörku með bara sérstakt fyrirtæki sem að sér öll stafræn mál og tæknimál. Þannig að það svona eitthvað að skoða hérna á Íslandi að það sé í rauninni bara meiri áhersla og fjármagn mögulega lagt frá sveitarfélögunum sem að skila sér auðvitað í betri þjónustu seinna meir, sparar pening og tíma seinna meir, en svona þarfnast kannski meira fjármagn svona í byrjun til þess að mögulega koma á fót einhverju stafrænni verkefnastofu sem að öll sveitarfélög geti þá nýtt sér og unnið með til framtíðar. Þannig að maður kan bara koma þessu á framfæri, takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Forseti vill kannski aðeins koma inn á fundargerð bæjarráðs frá 9. október og ræða mál nr. 7, fundargerð stjórnar Brunavarna Suðurnesja sem fór fram þann 25. september síðastliðinn. En þarna var ýmislegt fróðlegt sem kom fram. Fjöldi sjúkraflutninga svipaður nú á sama tíma árið 2024. En athygli vekur þó þessi mikla aukning sem hefur verið í útköllum dælubíla, slökkubíla, eða 35% aukning milli ára. Og þetta eitthvað sem við erum að rýna og höfum áhyggjur af. Einnig má sjá að það 16% aukning í sjúkraflutningum vegna flugstöðvarinnar.
þar sem tæplega 40% tilfella var þó afgreitt á staðnum. En þetta er eitthvað sem þarf að rýna nánar til að meta framtíðarfyrirkomulag þessara þjónustu. Rekstur Brunavarna Suðurnesja er góður, en þó hafa tekjur dregið saman tæp 3% milli ára sem má rekja að öllu leyti til minnkandi verkefna tengt almannavörnum og eldsumbrotum í Grindavík. Rekstrarkostnaður hefur aukist 7% sem á að mestu leyti rekja til hækkunar á kjarasamningum. Vinna við metnaðarfulla brunavarnaráætlun gengur vel og ráðgert að áætlunin verði kynnt núna fyrir stjórn á næsta fundi þeirra. Og í lokin má nefna að Brunavarnir að kaupa nýjan körfubíl sem sérsmíðaður fyrir stöðina sem væntanlega að koma til okkar vorið 2026. Auk þess þarf að fara að huga að kaupum á nýjum dælubíl en sú greiningavinna er í gangi en þessi bílar eru komnir talsvert til sinna ára. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlega gefið þess merki. Og hér fara allir hendur á loft. Kæra þakki fyrir það, kæru bæjarfulltrúar. Næsta dagskrá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. október. Og hér munum við hefja yfirferð fundarins á þeim sértækum málum sem við þurfum að samþykkja sérstaklega. Við byrjum á máli nr. 5, Hafnargata 56, breyting á deiliskipulagi. Þarna verið að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi þar sem lagt til að fjölga bílastæðum í bílageymslu 3 bílastæði og fjölga íbúðum einnig frá 15 upp í 18. Stækkun hússins með fel í sér nýja rishæð sem verður á 2 einingum af 5 og skapar þannig samræmi við nærliggjandi mannvirki en að öðru leyti verður heildarskipulagið óbreytt. Þarna umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja erindi með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda. En orðið er laust mál nr. 5. Þeir sem samþykkja þetta mál nr. 5 vinsamlega gefa merki. Þeir sem sitja hjá. 3 fulltrúar sitja hjá í máli nr. 5. Mál nr. 8 kemur hér upp næst, Víkurbraut 10 og 14 deiliskipulag. Hér er verið að leggja fram tillögu að deiliskipulagi en tillagan felur í sér húsþyrpingu af 5 fjölbýlishúsum sem verða á 3 til 6 hæðum. Gert er ráð fyrir bílageymslu sem verður undir innigarði en gert er ráð fyrir að stærð íbúða sé á bilinu 60 til 120 fermetrar og sé að ræða alltaf 128 íbúðir. Gert er ráð fyrir 1,5 bílastæði per íbúð bæði í bílageymslu og ofanjarðar. Búið er að auglýsa deiliskipulagstillöguna og bárust engar tillögur. Hér er umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja að senda tillöguna að deiliskipulaginu til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Orðið er laust mál nr. 8. Þeir sem samþykkt geta máli vinsamlega gefa þess merki. Þeir sem eru á móti. Þeir sem sitja hjá og hér sitja 3 fulltrúar hjá. Næst á dagskrá er mál nr. 9, Hólagata Holtsgata deiliskipulag. Hér er tillaga nýju deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir 2 fjölbýlishúsum á 3 hæðum. Er að ræða alls 21 íbúð ásamt þjónusturými á jarðhæð. Ljóst er að útsýni yfir nærliggjandi byggð mun þrengjast en óverulegt skuggavarp verður á aðliggjandi íbúðalóðir. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir hér að senda tillögu að deiliskipulagi til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu en orðið er laust mál nr. 9. Þeir sem samþykkja þetta mál nr. 9 vinsamlega gefa þess merki. Þeir sem eru á móti, þeir sem sitja hjá og hér sitja 3 fulltrúar hjá. Næsta dagskrá er mál 10, Grófin og Bergi, breyting á deiliskipulagi. Þarna er lagt fram tillögu að breyttu deiliskipulagi. Er að ræða svokallaðar lóðir B og C og haldast þær óbreyttar en stærðirnar breytast innbyrðis. Undir lóð B verður bílakjallari, byggingar hlutar verða sameinaðir og hæðum húsana breytt að hluta til. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð tillöguna með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda. Orðið er laust mál nr. 10. Þeir sem samþykkt geta máli, þeir sem eru á móti, þeir sem sitja hjá og hér eru 3 fulltrúar sem sitja hjá.
Næst tökum við fyrir mál nr. 12, Hólagata umferðarmál. Í þessu máli lá fyrir erindi frá íbúum við Hólagötu ósk hraðatakmarkandi aðgerðir vegna mikillar umferðar götuna, sér í lagi þegar umferð þung Njarðarbraut. Hér umhverfis- og skipulagsráð að leggja fram breytingu á akstursfyrirkomulagi götuna sem bæjarfulltrúar geta séð á teikningum sem fylgir málinu. Einn hluta götunar verður einstefna og hinn hlutan nær Hljómahallamegin verður gatan lokuð hana miðja. Ráðið samþykkti umrædda breytingu og jafnframt að ákvörðunin verður endurmetin með tilliti til umferðarflæðis og hraða á vormánuðum 2026. Orðið laust mál nr. 12. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 12 vinsamlegast gefa þess merki. Þeir sem eru á móti og þeir sem sitja hjá. Og hér sitja 3 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hjá. Nú, að öðru leyti, kæru bæjarfulltrúar, orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. október. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum sem fylgist með fundinum að Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá undir breytingu á deiliskipulagi í mörgum atriðum og varðandi umferðarmál í þessari fundargerð. Það verður að segjast eins og að okkur féllist bara hendur þegar við fórum yfir fundargerðina og það verður að segjast eins og að þetta gríðarlega aukning í mörgum tilfellum á íbúðum og fleira. Og við höfum bent á með Vatnsnesið hvernig á að koma öllum fólkinu frá og við viljum taka það fram að við erum ekki á móti uppbyggingunni. Og það útskýrist frekar í bókun sem kemur á eftir hvað við erum að segja og með hjásetu. Aðeins varðandi 9. lið, þá veit ég ekki hvernig við gátum fengið út að þetta veri Hólagata og Holtsgata. Þetta væntanlega Hólagata Borgarvegur. Bara þannig að það sé sagt. En varðandi, ef við tökum fyrst umferðarmálin, það sem að við höfum sagt áður og segjum aftur og aftur, að við erum mjög sérstakt sveitarfélag. Við erum víðfemm og þetta eru miklar vegalengdir á milli. Við vitum að það eru börn sem að eiga heima í Keflavík eða Ytri-Njarðvík sem eru með börn, eða foreldrarnir með börnin á leikskóla í innra-hverfinu og svo framvegis. Það mikið ferðir foreldra, það mikil þjónusta í Keflavík eða Njarðvík, Ytri-Njarðvík, Keflavík sem að börn eru að sækja. Og það eykur enn meira á umferðarþunga. Það liggur fram í þessari fundargerð mjög metnaðarfull plön og áætlanir uppbyggingu á akademíureitnum. Það eru einhverjar viðræður við aðila varðandi uppbyggingu fyrir ofan Víkingaheima og síðan uppbygging við Hólagötu Borgarveg. Það verið að leggja til lokun á götum og svo framvegis. Þannig að bara líka með akademíureitnum þá liggja fyrir ákveðnar tillögur sem verið að fara í kynningu sem mjög mikilvægt að fólk kynni sér vel. Þar sem verið að tala lokun ákveðna gatna, þrengingu annarra og svo framvegis. Þetta metnaðarfullt, margar góðar hugmyndir þarna, en það sem við höfum áhyggjur af heildarmyndin. Heildarmyndin, hvernig ætlum við að komast á milli staða, hvernig erum við að drita niður hingað og þangað eða erum við að horfa á þetta heildstætt og svo framvegis. Við erum sem sagt í fyrsta lagi með bókun vegna almennt fundargerðarinnar, það umferðarmál. Og með leyfi forseta þá les ég þessa bókun. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að staldra verði við þegar afgreiðsla á 9 deiliskipulagsáætlunum og breytingu á umferðaræðum.
Mikilvægt að gerð verði heildargreining á áhrifum þeirra á samgöngukerfi sveitarfélagsins. Ljóst að núverandi umferðarleiðir eru nú þegar undir miklu álagi og þarfnast endurbóta til þess að greiða leið bæjarbúa á milli bæjarhluta og til þess að koma inn og út úr bænum. Það liggja fyrir talsverður fjöldi deiliskipulagsáætlana sem eru í samþykktarferli fyrir óbyggðar íbúðir sem munu setja enn meira álag á umferðarleiðir. Nú þegar hafa komið fram ýmsar hugmyndir, og ég vil ítreka hugmyndir, svo sem lokun á hluta Hólagötu og einstefna á hluta götunar, einnig hugmyndir lokun hluta Sunnubrautar fyrir framan Íþróttaakademíuna, þrengingu Krossmóa og þrengingu Þjóðabrautar. Allar þessar breytingar þrengja enn meira að umferð. Þar af leiðandi mikilvægt að gerð verði umferðargreining sem fyrst ásamt tillögum að úrbótum í umferðarmálum og horft þá til þess framtíðarskipulags sem nú liggur fyrir. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Birgitta Rún Birgisdóttir, Eyjólfur Gíslason, Sjálfstæðisflokki. Nú getur vel verið að einhverjir segja að það hafa verið umferðarsérfræðingar að vinna í þessu. Það var svarið sem við fengum þegar við mótmæltum Vatnsnesinu. En ég veit að skipulagsyfirvöld tóku undir okkar bókun hvernig við ætlum að koma fólkinu frá Vatnsnesi og hvernig umferðarflæði yrði og það hafa orðið talsverðar breytingar síðan. Tala nú ekki allar þessar breytingar sem liggja fyrir núna, bara í þessari fundargerð og í undanförnum fundargerðum. Við erum með aðra bókun sem við ákváðum að vera með í sérbókun, og þetta líka almennt í fundargerðinni, en snýr mest að máli 1, máli númer 3 og máli númer 9. Og þetta tengist verslun og þjónustu. Og með leyfi forseta þá les ég þá bókun. Sjálfstæðisflokkurinn telur að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. október síðastliðnum, mál númer 1, númer 3 og númer 9 sé birtingamynd af framtíðarsýn meirihluta bæjarstjórnar, Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar sé í besta falli óskýr og í versta falli engin. Í máli númer 1 meirihlutin komin í viðræður við Funaberg fasteignafélag varðandi uppbyggingu við Víkingaheima á svæði sem ekki enn búið að deiliskipuleggja. Þar uppi hugmyndir að byggð verði upp verslun og þjónusta í jaðri innri Njarðvíkur ásamt íbúðabyggð. Í máli númer 3 farið við þróun Akademíureits og þar gert ráð fyrir miðbæjartengdri starfsemi með verslun og þjónustu á jarðhæð og síðan í 9. máli upp hugmyndir deiliskipulag við Hólagötu, ytri Njarðvík, þar sem gert að hluta ráð fyrir fjölbýlishúsum en þjónustu á jarðhæð. Því spyrjum við, hver heildarstefna sveitarfélagsins í uppbyggingu verslunar og þjónustu? Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að stefna sé tekin af sveitarfélaginu og í framhaldi unnið með verktökum og bæjarbúum að uppbyggingu. Eins og staðan í dag eru þessar ákvarðanir tilviljanakenndar og mikill skortur á alvöru framtíðarsýn. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Birgitta Rún Birgisdóttir og Eyjólfur Gíslason, Sjálfstæðisflokki. Takk. Orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs, Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 1, Víkingaheimar kynning. Við í umbót höfum frá upphafi varað við því hvernig þessu máli haldið á lofti. Það verið að ráðstafa einu verðmætasta svæði bæjarins. Án útboðs, án jafnræðis og án raunverulegs gagnsæis. Þrátt fyrir mótmæli okkar hér hjá minnihlutanum, þrátt fyrir mótmæli okkar hélt meirihlutinn, Framsókn, Samfylkingin og bein leið áfram og lét Usk taka málið upp
fá kynningu og taka ákvörðun án þess að tryggja opið ferli. Við teljum þetta grafalvarlegt, bæði fyrir stjórnsýslu bæjarins og traust almennings og við leggjum því fram bókun þar sem við krefjumst þess að málið verði stöðvað strax. Með leyfi forseta, hér kemur bókunin. Umbót ítrekkar fyrri mótmælin sín samanber bókun í bæjarráði þann 7. ágúst 2025 þegar meirihlutinn ákvað að vísa málinu til umhverfis- og skipulagsráðs. Þegar það var gert þá bentum við á að þessi leið væri hvorki gagnsæ né fagleg og að hætta væri á pólitískum afskiptum og missamræmi í málsmeðferð. Nú hefur komið í ljós að það sem við vöruðum við hefur raungerst. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 22. ágúst 2025 fékk ráðið kynningu frá framkvæmdaraðila og tók ákvörðun framhald málsins án auglýsingar eða útboðs. Þannig fengu aðrir aðilar ekki jafnt tækifæri til að taka þátt í ferlinu. Þetta snýst eitt verðmætasta byggingasvæði bæjarins sem ekki ætlað til íbúabyggðar í deiluskipulagi. Það því óásættanlegt að ráðstafa slíku svæði án opins ferils og án þess að tryggt sé jafnræði, traust og þáttaka íbúa í ákvarðanatöku. Umbót leggur áherslu á að íbúar svæðisins fái raunverulegt tækifæri til að hafa áhrif til dæmis með íbúakosningu eða samráðsferli áður en ákvörðun tekin framtíð svæðisins. Þá telur umbót jafnframt að verktakar eigi ekki að hafa stjórn á umsvifum eða ráðstöfun svæða í gegnum samninga eða óformleg áhrif þar sem slíkt veldur ágreiningi og vantrausti innan sveitarfélagsins og grefur undan eðlilegri stjórnsýslu. Umbót gagnrýnir harðlega meirihlutann, Framsóknarflokkinn, Samfylkinguna og beina leið fyrir að hunsa fyrri viðvaranir og halda áfram með málið á þessum forsendum. Þetta sýnir skort á ábyrgð bæði í stjórnsýslu og fjármálum Reykjanesbæjar. Bærinn hefur þegar greitt fyrir framkvæmdir sem verktakar hefðu átt að leggja sitt af mörkum í. Það því óábyrgt að hefja ný verkefni án þess að tryggt sé að allir taki sanngjarnan þátt í kostnaði. Sérstaklega alvarlegt að meirihlutinn samþykkti að taka hersjúkrahúsið á gamla varnarsvæðinu upp í innviðargjöld, þar sem það óraunhæft og fjármálega ósvaranlegt. Almennt vitað að Reykjanesbær hefur í gildi hagstæðan langtímasamning leigu á viðkomandi húsnæði. Þessi samningur hefur þau áhrif að eignin verður ekki söluhæf á því verði sem eigandinn krefst. Að meta fasteignina á 700 milljónir króna því óraunhæft og gera má ráð fyrir að raunverulegt verðmat byggingarinnar sé verulega lægra. Umbót telur að slík sala þjóni hvorki hagsmunum bæjarins né íbúa hans. Umbót telur þetta dæmi óábyrga fjármálastjórn og skort á gagnsæi. Sveitarfélagið á ekki að taka við fasteignum upp í lóðargreiðslur eða innviðagjöld, sérstaklega þegar verðmat og forsendur eru veikar. Umbót krefst þess að máli verði stöðvað í núverandi mynd og hafi verði opið útboðsferli þar sem allir hafa jafna möguleika og ákvarðanatöku verði tekin á faglegan, gagnsæjan og réttmætum forsendum með virkri þátttöku íbúa á svæðinu. Umbót vill standa vörð gagnsæi, jafnræði, íbúaþátttöku og ábyrga stjórnsýslu í allri ákvörðun bæjarins. Ég óska að þetta verði bókað. Og virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, þá ætla ég einnig að koma hér undir lið 7 Fjölbrautaskóli Suðurnesja deiluskipulag. Umbót hafnar alfarið breytingatillögu ríkisins sem lögð hefur verið fram vegna fyrirhugaðrar stækkunar á Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Tillagan felur í sér óásættanlega einföldun á áðurkynntu lausnum sem virðist fyrst og fremst knúin fram að kostnaðarsjónarmiðum frekar en vandaðri faglegri útfærslu og raunverulegri framtíðarsýn. Það verulega ámælisvert að ríkið skuli kjósa að leggja fram slíka tillögu án raunverulegs samráðs við sveitarfélagi og í miðju skipulagsferli þar sem fyrri tillögur höfðu þegar verið lagðar fram og kynntar.
Slíkt verklag alvarlegt frávik frá eðlilegum vinnubrögðum og lýsir skorti á virðingu fyrir staðbundnum stjórnvöldum og þeim hagsmunaaðilum sem þetta snýr að. Framkomnar breytingar felast í samruna bygginga og verulegt fráhvarf frá fyrri hugmyndum án þess að sýnt sé fram á að þær uppfylli nauðsynlegar kröfur til framtíðar uppbyggingar. Það virðist skorta heildstæða stefnu og markmið í útfærslu verkefnisins og niðurstaðan ber þess merki að hér sé að ræða bráðabirgðaaðgerðir sem eru hvorki faglegar né samfélagslega verjanlegar. Auk þess vekur þetta sérstaka athygli að fulltrúar sveitarfélagsins fengu ekki afhentar fullnægjandi teikningar né að mikilvægar upplýsingar virðist hafa skort í samskiptum við skipulagsyfirvöld. Slíkt verklag krefur undan trausti og samstarfi sem ætti að vera grundvöllur til slíkra framkvæmda. Í ljósi ofangreinds er þess krafist að tillagan verði dregin tilbaka og unnið verði að nýrri vandaðri lausn í nánu samstarfi við sveitarfélagi og aðra hagsmunaaðila. Ég óska að þetta verði bókað. Virðulegi bæjarfulltrúar, forseti vill koma hérna aðeins upp bara til að leiðrétta hér nokkur atriði. Það mikilvægt í ljósi þess að við erum hér í beinni útsendingu og fyrir þá sem að horfa að þá þarf leiðrétting hér við. Og ég sé að formaður bæjarráðs hefur rétt upp hendi og hérna forseti hleypir að bara til þess að við séum alveg skýr hérna. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs er hér til umræðu og þar er liður 1 sem heitir Víkingarheimar kynning. Þar standa nokkur nöfn sem var mætt á fundin og kynntu erindi Funabergs fasteignafélags varðandi samning uppbyggingu við Víkingaheima erindi lagt fram. Þetta erindi var sent til bæjarráðs Reykjanesbæjar og þar sem að þetta ekki á skipulagi sem íbúðabyggð eins og sakir standa núna var erindi sent frá bæjarráði til ráðsins umhverfis- og skipulagsráðs til frekari skoðunar varðandi skipulag svæðisins. Er þetta mögulegt? Ekki. Þetta eru sérfræðingarnir okkar. Þetta er bókur ráðsins, kynning lögð fram. Máttur bæjarfulltrúa er hér mikill, en að koma hér í ræðustól bæjarstjórnar og halda því fram að hér er búið að ganga frá fasteignakaupum og sölum, það er búið að undirrita samninga, það er búið að hindra útboð og íbúðaþátttöku. Þetta er bara... Það er ekkert í gangi með Víkingaheima annað en það að þarna eru áhugasamir aðilar sem að eiga hlutalóðinni. Þeir eru að velta fyrir sig framhaldinu og hvað er hægt að gera. Þeir eru búin að teikna þetta upp og kynna þetta fyrir umhverfis- og skipulagsráðinu. Það hefur engin ákvörðun verið tekin hér, hvorki meira en í minnihluta bæjarstjórnar það hvort að þetta verið heimilt eða hvernig við tökum í þetta verkefni. Þarna er búið að vinna kynningu sem hefur verið lögð fram, er í skoðun, það hefur ekkert verið ákveðið annað en það. Svo það sé alveg kýrskýrt hér inni. Til að svara hér bæjarfulltrúa Margréti Sanders frá Sjálfstæðisflokknum sem að kemur hér upp með bókun og fullyrði lokun á Sunnubraut og þrengingu þjóðbraut. Þetta eru möguleikar sem voru lagðir fram í akademíureitnum svokallaða sem er hér líka undir fundargerðinni frá hönnuðum. Það er að segja ef að við munum fara í fullskipað akademíuhverfi sem er í 5 eða 6 reitum að þá er mögulegt og hyggilegt að loka Sunnubrautinni fyrir fram að Reykjaneshöllina og opna annan veg í staðinn. Það að segja þetta hér í kynningu sem er ekki búin að fara til bæjarbúa og er einn af möguleikum sem kannski verður ekki gerður er líka að ég tel frekar óábyrgt. En vissulega erum við að horfa í umferðaröryggismál og við erum að vinna umferðargreiningu og það má alveg sjálfsagt gagnrýna það að við þurfum að vinna það mál hraðar, alveg sjálfsagt. En að fullyrða svona hluti hér sem er í vinnslu pössum vinnubröðninni. Halldóra Freyja Þorvaldsdóttir.
Virðulegi forseti, ég stundum skrifa ég eitthvað hjá mér sem stundum betra að segja ekki, en ég vil deila með ykkur, ég skrifaði eru við í ruglinu hérna. Minnst einhvern veginn, ég bara stundum nægi ekki alveg utanum, var að reyna að hlusta eftir því sem kom fram í bókunum, reyna að taka niður punkta, af því að bara eins og þau sem kannski fylgjast með fundum vita að þá kannski eru við ekki búin að sjá bókanir á báða bóa. Þannig að þá reynir á athyglisgáfuna að ná utanum það sem sagt þannig að maður geti með einhverjum móti líka brugðist við. En þegar ég var komin bara út og suður og við var að reyna að flokka þetta fyrir fram að mig, að þá var ég bara komin í algjört rugla því að við var á einhverjum tímapunkti vaðið hér úr einu í annað. En allt í lagi. Ég held að það sem mikilvægast fyrir okkur hér, óháð því hvar við sitjum inn í þessum sal eða hvar við stöndum í pólitík, að það að vera opin fyrir hugmyndum, umræðum, taka til skoðunar það sem lagt á borð fyrir okkur, og það fer sinn eðlilega gang inn á stjórnsýslunar, alveg sama hvað málaflokki það tengist. Við felum einhverjum að vinna eitthvað betur til að fá betri upplýsingar, meira kjöt á beinin, og svo eru teknar ákvarðanir á réttum stöðum. Og ég veit ekki betur en að við séum bara að gera það svona yfirleitt. Við viljum byggja upp fjölbreytta þjónustu, íbúar kalla eftir fjölbreyttri þjónustu, hvort sem hún grunnþjónusta sem okkur ber að veita lögskild eða ekki. Og við eigum að laða til okkar öflug fyrirtæki. Við eigum að tryggja það að fyrirtæki sem eru hér nú þegar geti vaxið og dafnað. Við eigum að búa til þennan jarðveg að það séu tækifæri. Og við heyrum þetta líka oft, tækifæri. Fjölga atvinnutækifærum, fjölga vaxtarmöguleikum, allt þetta. Þá fer ég inn í kannski bara næsta punkt sem að þegar við fáum til okkar aðila sem eru með hugmyndir, alveg sama hvort okkur finnst þær í fyrsta kasti vera góðar eða ekki, að þá eigum við að opna eyrun og hlusta. Og það það sem við gerum. Það leita til okkar áhugasamir aðilar sem vilja þróa hér hvað sem hvort sem það svæði eða fyrirtæki eða einhver tækifæri, og við hlustum. Og það það sem gerðist kannski með hér, af því hér var sérstaklega talað eins og Víkingaheima. Þann aðila sem á það húsnæði, það má ekki glemma því hann á það húsnæði, og ákveðin hluta með ákveðin hluta af lóðinni þar sem hann með hugmynd. Og við felum umhverfis- og skipulagsráði að taka það til skoðunar hvort okkur finnist fýsilegt að byggja á þeim stað. Og það verkefnið eins og það stendur í dag. Þarna voru einhver byggingaráform hvaða svæði ræðir lögð fram á þessum fundi, og það það eina fyrir okkur sem lesum fundagerðirnar. Í fundagerðinni stendur, og ég sé ekki með hana hérna fyrir fram að mig, þá veit ég það stendur lagt fram. Punktur. Lagt fram, punktur, ekkert meir. Ég náði ekki alveg hvernig bókunin nákvæmlega hljómaði hjá bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur, en í minningunni minni hérna, ef ég ætla að leita í hana, að þá hljómaði þetta bara eins og við værum bara búin að taka ákvörðun að fara bara í þróunarsamning og við værum búin að skrifa undir og það væri búið að skála einhvers staðar og þeir væru bara farnir af stað. Og ef mig misminnir ekki, þá heyrði ég líka í bókunni, eða hvort það var í orðum í kringum bókunna, að það væri eðlilegra að við myndum bjóða þetta svæði út. Og þá erum við komin í annað, af því að það líka að tala grænt svæði og við eigum að vernda það, en við eigum að bjóða það út. En ok, það getur vel verið að ég sé
orðin alveg ruglað, því eins og ég segi, erum við í ruglinu hér, en kannski var ég bara í ruglinu hér. En allavega, ég hlusta á þetta aftur. Lagt fram, það allt og sumt. Engin ákvörðun, ekki búið að brjóta gegn íbúum eða neitt. Það allt og sumt. Að hersjúkrahúsi hafi verið tekið upp í innviðagjöld. Ég veit ekki eins og hvað ég var að tala. Við seldum hér hús og við leigðum annað hús undir starfsemina sem var í því húsi sem við seldum. Það var ekkert tekið upp í neina innviðaskuld eða innviðagjöld eða hvað sem bara bið íbúa að vera alveg rólega að hér var ekkert ég ætla að biðjast fyrirfram afsökunar, ekkert monkey business, afsakið slettuna. En allavega, ég veit að það verður einhver brjálæði við mig hérna eftir. En allavega, við erum að reyna að vanda okkur, hvort sem við erum í deiluskipulagsvinnunni, við erum að byggja hér upp hverfi. Ég skil að hér finnur einhver að hann vilji sitja hjá. Þetta eitt af því sem við heyrum nú þegar farið að taka upp í upptaktinum á kosningum, að hér séu skipulagsmál í bara hreinum ólestri. Og það gefast bara líka tækifæri til að svara því. En já, takk. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég ekki komið hér upp til að svara fyrir bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur. En að tala fyrir mig, persónlega og prívat, það kom mér á óvart. Það kom mér á óvart að umhverfis- og skipulagsráð hafi farið svo langt með að skoða ákveðnar hugmyndir, af því að ég hélt í minni einfeldni að umhverfis- og skipulagsráð myndi skoða eða taka ákvörðun hvort að það yrði byggt þarna. Hvort að það ætti að fara í deiliskipulag eða gera þetta þróunarrit eða hvort það ætti bara akkurat ekki að byggja þarna. En ég algjörlega sammála forseta og þeim sem að koma á eftir að það ekki búið ákveða neitt og þetta ekki orðið ekki samþykkt eða lagt til samþykktar eða neitt svoleiðis. Þannig að það bara kom mér á óvart að menn færu þetta langt og í umfjöllun umhverfis- og skipulagsráðs þá voru menn að hafa skoðanir á að þessi hús væri nú of há, að það þyrfti nú að lækka þau og svoleiðis. Þegar að menn eru komin í þannig umræður, þá hefur maður þá á tilfinningunni að menn séu bara hreinlega komnir í ykkur á samningaviðræður. Það tilfinning og þess vegna erum við ekki með bókun, þar sem ekki hefur verið ákveðið, en það sjálfsagt að flagga þessu. Varðandi óskýrileika á bókunum mínum, þá bara skilja ekki þennan óskýrileika. Þetta getur ekki verið skýrara. Þetta getur ekki verið skýrara. Það eru 2 atriði sem erum að leggja áherslu á. Annars vegar erum við að flagga og það kemur fram í bókun algjörlega og ég meira að segja ítrekaði það að það veri ekkert ákveðið með þetta. Að það eru hugmyndir og það verið að leggja til. Það verið að flagga hérna. Það verið að flagga því að það verið að leggja fram hugmyndir þar sem að þið bæjarbúar eru beðnir að koma með athugasemdir við hugmyndirnar. Og við erum að benda á að í hugmyndum, ekki samþykktum, ekki lagt fram þannig að það sé eitthvað búið að samþykja eitt eða neitt í þessu, en það verið að leggja fram. Það alveg á hreinu og búið að samþykja til tilraunar að loka hluta á Hólagötu og setja einstefna hluta á götunni. Það búið að samþykja það núna, þegar ég stend hérna. Það eru hugmyndir í akademíureitnum með lokunar hluta Sunnubrautar,
með þrengingu á krossmóa, með þrengingu þjóðbrautar. Þetta eru hugmyndir og við vorum að spurja, það var verið að tala að bæta við afreksbrautina meðfram leikskólanum, en hvernig í ósköpunum ætla að koma fólkinu út? Og það það sem við erum bara eingöngu að flagga hérna. Þetta svo mikið af hugmyndum, þetta svo mikið af skipulagsmálum, þetta svo mikið af íbúðum sem við erum að samþykkja, eða þið og við sátum hjá, að hvernig ætlum að koma öllum þessum fólki burtu? Hvað ætlum að gera? Og þess vegna kannski ágætt að einhver, hvort sem Sjálfstæðisflokkur eða Samfylking eða einhver annar, bara flaggi, bara getur ekki aðeins skoða þetta betur. Ég fagna því að menn séu með frumkvæði, ég fagna því að menn vilja byggja upp í Reykjanesbæ, ég fagna því að fólk vilja flytja hingað. Það þýðir það ekki að ég ætla að flytja umferðar skipulagsmálin sem eru í Reykjavík til Reykjanesbæjar. Það bara kemur ekki til greina ef að ég hef eitthvað það að segja. Þannig að við erum að flagga og það það sem að okkur finnst mikilvægt. Og varðandi uppbyggingu verslunar og þjónustu, ef við viljum vera Róm, með marga miðbæi, marga kjarna, sem líka allt í lagi, eins og ég nefndi áðan, við erum mjög viðfeðmt sveitafélag. Ef við viljum vera Róm, þá ákveður sveitafélag að gera það. Það það sem við erum að tala og þegar að í sömu fundagerð verið að tala að vera að byggja veitingahús og íbúður og annað á horni, götu sem menn ekki eins og komnir með almennilega lausna og vera að tala að loka hluta og einstefna hluta, þá hljótum við að vilja aðeins anda. En þessi reitur, hann býður upp á mjög fallega uppbyggingu, Hólagata, Borgarvegur, það ekki spurning. En þarna erum við algjörlega að nefna og flagga að við höfum áhyggjur. Það ekkert annað og við vorum ekki með neina fullyrðingar að það væri búið að ákveða eitt eða neitt annað. Þannig að það sé algjörlega á hreinu. Orðið laust. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, já, mig langar aðeins að fá að svara hérna hvað varðar lið 1 Víkingarheima kynning. Umbót áréttar að undir þessum lið hafi einungis verið kynningi lögð fram og að engin ákvörðunartökun hefur verið tekin. Umbót ítrekar að umræðan hafi snúist hugmynd eiganda Víkingaheima, þar á meðal hugmyndum að taka hersjúkrahúsið upp í innviðagjöld. Það var hugmynd eiganda en ekki samþykkt ráðsins né meirihlutans. Og þetta ræddu við á bæjarráðsfundi. Umbót hafnar því alfarið að bókun mín hafi gefið í skyn að samningar eða ákvörðunar hafi verið teknir. Þvert á móti hefur umbót frá upphafi bent á áhöftuna slíka nálgun saman við bókun í bæjarráði þann 7. ágúst 2025 og ég hvet bara meirihlutann til að lesa þá bókun. Það sem umbót, það að segja, í þessari fundagerð frá 7. ágúst 2025, þá vörðum við skýrt við því að málið tekið fyrir upp í ráðinu án opinferils, jafnræðis og gagnsæis. Þessi staða hefur raungerst og umbót telur óásættanlegt að rangt sé haft eftir eða gefið í skyn að ákvörðunin hafi verið tekin. Við í umbót leggjum áherslu á að skoðun hugmynda sé eðlilegur hluti lýðræðislega stjórnsýslu en að það sé óábyrgt að gefa annað til kynna en að málið sé á kynningastigi. Umbót hefur aldrei lýst yfir samþykki fyrir neinum samningum eða ráðstöfunum heldur krafist þess að allar hugmyndir séu metnar á faglegan,
gagnsæjan og réttmætum forsendum með virkri þátttöku íbúa áður en ákvörðun var tekin. Enda hefur umboð staðið fyrir og barist fyrir því að íbúalýðræði sé virt í okkar sveitarfélagi. Umboð ítrekar að meirihluti beri ábyrgð á því hvernig málið er kynnt og meðhöndlað og að kalla eftir því að ferli verði leiðrétt þannig að traust og gagnsæi í stjórnsýslu verði tryggt. Það er það eina sem við í umboð erum að gera. Það er bara málið. Þannig að ég óska að þetta verði bókað. Kærar þakkir fyrir þetta. Forseti gerir hér fundarhlé.
gestir, hér erum við aftur saman komin á fundi bæjarstjórnar þann 21. október. Orðið hefur beðið Bjarni Páll Tryggvason. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Alltaf gaman í bæjarstjórn. Við erum hérna að fjalla fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. október síðastliðnum og höfum farið náttúrulega svolítið víðan völl þarna, bara á alla bóga og alltaf gaman og fínt að taka umræðurnar og ekki kvarta í undan bókunum, en ég tel mér nú knúin til þess aðeins að hafa nú skoðanir á þeim hvernig það eru lagðar fram. Ef við byrjum nú hérna á fyrsta máli sem að fjallar hérna víkingaheima, að það náttúrulega teknar alveg ótrúlega fullyrðingar upp þarna, sérstaklega í máli bæjarfulltrúa umbótar. Og ég hef náttúrulega ekki náð að lesa alla bókunina sem okkur berst hún ekki fyrir bara á fundinum og fundarinn er ekki komið með hana. En það má alveg skilja það, að ég heyrði það bara þannig, eins og kom fram hérna í umræðum líka og aðri bæjarfulltrúar skildu það þannig. Fullyrðingar alls konar hluti að ákvarðanir hafi verið teknar, sölu á hlutum og ég veit ekki hvað og hvað sko. Og líka bara mjög sterkar fullyrðingar að verið sé að hérna fara á svig við allt sem kallast góð stjórnsýsla. Einnig svolítið komið inn á það að fólk vilji vernda græn svæði sem að ég held að sé mjög jákvætt. En í hinn orðinu talað að best sé að bjóða svæðið út. Við höfum alveg verið að vinna á svona hlutum allt þetta kjörtímabil. Það bara hægt að minnast á svæði eins og hérna við Aðaltorg sem var tekin úr töluvert af grænu svæði undir uppbyggingu. Ég minnist ekki til þess að það hefur verið mótmæli hérna yfir því. Þannig að það er ekki sama hvaða grænu svæði er að ræða. Og það má þá kannski segja að maður sagt þess að fá ekki líka bókun mál 2, það sem búið að halda íbúasamráð og það er búið að vinna fullt af vinnu í tengslum við það sem að Reykjanesbær er að leiða, þar sem þeir eru nú svona helsti drifkraftur og eigandi að eignum þarna og annað þvíumlíkt sem er að ræða. En ég á ekki von á því að hún berist nokkuð tíman. Við fjöllum einnig líka svolítið almennt umferðarmál og þætti sem snúa að þeim í sveitarfélaginu hjá okkur. Og ég skal nú alveg viðurkenna það fyrir mína parti, ég tala bara út frá mér að það er ábyggilega svigrum og eitthvað til í því sem kemur fram í málflutningum einhverju leyti að taka heildstæða umferðargreiningu á allt sveitarfélagið. Því við umferðargreinum svo sannarlega náttúrulega einstök verkefni, áhrif þeirra og annað þvíumlíkt. Ég man nú ekki alveg hvort við höfum tekið síðan og við höfum tekið heil hverfin fyrir, en það er náttúrulega það mikið þarna undir að það er ábyggilega til til þess að rýna það svolítið. En það liggur náttúrulega í afstöðuleysinu liggur líka afstaða þó fólk sitji hjá og það eru þarna mál eins og mál 9 Hólagata, mál 8 Víkurbraut og mál 10 Gróin sem hafa verið í vinnslu í mjög langan, eða mislangan tíma réttara sagt í stjórnkerfinu. Sérstaklega myndi ég segja eins og í máli 10 Grófin þar sem að er löngu búið að samþykkja deiliskipulag, búið að rúlla því í gegnum breytingar og annað þvíumlíkt og það er ekki verið að gera neina breytingar þarna eins og ég las gögnin á íbúafjölda eða annað þvíumlíkt, en við setjum þetta allt undir sama hatt og svo erum við náttúrulega líka kannski eitthvað sem við ættum öll að taka okkur til umhugsunar að hvernig látum við stjórnsýsluna virka sko. Hérna erum við að tala fullnaðar afgreiðslu á málum og ákveðum þá einhverjir bæjarfulltrúar ákveða að sitja hjá sem bara allt í góðu lagi, en fulltrúar þessara flokka þeir samþykkja málin í nefndum og ráðum og hafa gert það að ég held á öllum stigum málsins til þessa alveg þar til komið að ákveðnum lokapunktum í þeim. Það er eitthvað sem kannski okkur til umhugsunar líka. Svo langar mér líka aðeins að minnast hérna á mál 7, Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Ég algjörlega fylgjandi því að þessi framkvæmd verði flýtt sem fyrst og hún verði gerð úr þeim garði sem að hentar Fjölbrautaskólanum og hans þörfum.
Mér samt bókunin vera kannski svolítið ótímabær á þessum tímapunkti því að þar eru setta fram fullyrðingar að hafi orðið breytingar á þvílíkt þegar afgreiðsla málsins henni er ekki einu sinni lokið í umhverfis- og skipulagsráði. Og mér langar kannski með leyfi forseta að lesa eins upp greinargerðina og hvað það sem að umhverfis- og skipulagsráð að taka afstöðu til. Og þetta fylgigagn sem hefur verið í málinu frá því í ágúst að því var vísað í kynningu og í greinargerðinni stendur, með leyfi forseta, að ræða lóðina Sunnubraut 36 Reykjanesbæ, þar sem Fjölbrautaskóli Suðurnesja er staðsettur. Svæði vestan skólan, þar sem nú græntsvæði, verður undir stækkun og nemendaaðstöðu. Svæði breytinga afmarkast af lóð Fjölbrautaskóla Suðurnesja og lóð Íþróttahúss við Sunnubraut. Gildandi deiliskipulag var samþykkt 21. janúar 2020. Nýtt skipulag í samræmi við aðalskipulag Reykjanesbæjar. Þéttbýlisuppdráttur var samþykktur 25. janúar 2023 og svæðið skipulagt fyrir samfélagsþjónustu. Síðan kemur aðeins síðar og svo svona áframhaldandi upptalning á því hvað að ræða, stærð svæðins og annað. Og svo kemur breytingin sem verið að kynna og ráðið að taka afstöðu til. Og breytingin svo að verið að stækka byggingareitt fyrir nýbyggingu fyrir Fjölbrautaskóla Suðurnesja á vesturhlið skólans. Og með viðbyggingu þessari sem ætlað að þjóna sem stækkun og aðstöðu fyrir nemendur og stækkunin að hámarki 4.860 fermetrar á 2 hæðum og kjallara. Lóðamörk við norðanenda lóðar Sunnubraut 36 færist inn á Sunnubraut 32. Þannig umhverfis- og skipulagsráð að kynna þetta mál og að taka afstöðu til þess. Og þetta kynnt og frumkvæðið á því að kynna þetta og fara í þessa hluti kemur frá framkvæmdasýslu ríkisins. Það sem síðan á sér stað á fundi ráðsins þann 17. október að þá kemur ein athugasemd í auglýsingaferlinu. Og það vil svo skemmtilega til að hún kemur líka frá framkvæmdasýslu ríkisins. Og hún mjög óskýr í hugum þeirra sem í ráðinu samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fengi þá sem sátu þennan fund. Og það óskýr að þau bara gátu ekki séð sér fært að taka tillögun eða taka tillit til athugasemdarinnar því að þau bara náðu ekki innihaldi hennar. Og ergo, málinu frestað, það berast frekari gögn og síðan förum við inn í einhverja afgreiðslu. Og það væri mögulega á þeim tímapunkti sem það væri eðlilegt að fara í bókanir málið og fullyrða að eitthvað hafi gerst eða átt sér stað þarna sem að ég allavega ekki neitt aðstöðu til þess að átta mig út frá þessum gögnum. Þannig að mér þykir þetta margt gagnlegt sem við höfum verið að gera undir liðnum fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, en líka margt afskaplega eitthvað ógagnlegt og eitthvað hlutir sem að ég skil ekki alveg hvað við erum að fara með. En það svona frá mínum bæðinu séð. En við náttúrulega tókum fundali áðan og vorum að melta með okkur hvort við ætlum að svara bókunum og ég tilbúin með stutta bókun ef ég má lesa hann upp. Og þetta bókun meirihluta bæjarstjórnar. Í máli Sjálfstæðisflokksins kom fram að engin stefna væri til staðar varða verslun og þjónustu í sveitarfélaginu. Meirihlutinn vill benda á að í aðalskipulagi sveitarfélagsins eru slík svæði skilgreind sérstaklega, auk þess nýlega komin fram ný atvinnustefna Reykjanesbæjar, þar sem kemur fram að mikilvægt sé að nýta lykilstaðsetningar fyrir uppbyggingu verslunar og þjónustu. Það skýtur skökku við að Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur ítrekað gagnrýnt skort á atvinnuuppbyggingu gagnrýni hér uppbyggingu og þjónustu og húsnæði því tengdu. Það hlutverk sveitarfélagsins að skapa innviðina til að laða okkur fyrirtæki í hag okkar íbúa. Hvað varðar bókun bæjarfulltrúa umbótar kynningu mögulegt verkefni við Víkingaheima vill meirihlutinn árétta að fullyrðingar hennar verða að teljast sérstakar að búið sé að semja málið. Engar ákvarðanir málið hafa verið teknar og ekkert ákveðið. Að halda öðru fram einfaldlega rangt. Og þar með lýkur bókuninni og ég hef lokið málið minni. Takk fyrir. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, undirrituð óskar eftir að fá fundarhlé. Ég þarf að fá að svara þessari bókun meirihlutans og ég tel eðlilegt að ég fái fundarhlé nákvæmlega eins og meirihlutin búinn að taka fundarhlé. Takk.
Forseti getur fallist á þau sjónarmið og gerir hér stutt fundarhlé.
Virðulegu bæjarfulltrúar og góðir gestir, hér höldum við áfram fundi bæjarstjórnar þann 21. október. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs. Margrét Þórarinsdóttir, ég hleypi þér hér upp í 4. sinn í andsvör. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil byrja á því að þakka forseta bæjarstjórnar fyrir að hlaupa mér upp aftur. En í ljósi þeirra bókunar sem að meirihlutin kom með gagnvart umboð, þá segi ég mig til núna til að svara þeirri bókun. Og ég vil byrja á því að tala Víkingaheima kynning. Umboð tekur fram að það sé rétt að engar ákvarðanir hafa verið teknar varðandi verkefni við Víkingaheima. Málið var einungis lagt fram til kynningar og það var öllum ljóst. Umboð hefur aldrei haldið öðru fram. Það sem umboð að gagnrýna málið sjálft eða hugmynd eiganda ekki málið sjálft eða hugmynd eiganda heldur vinnubrögð meirihlutans í málsmeðferðinni. Að mál af þessu umfangi og mikilvægi séu tekin til kynningar og umræðu án þess að tryggt sé gagnsæi, jafnræði og samræð áður en næstu skref eru ákveðin. Umboð telur slíka málsmeðferð óheppilega og ósamræmanlega góðri stjórnsýslu. Það eðlilegt að sveitarfélagið taki jákvætt í að skoða hugmyndir, en það verður að gerast með opnu ferli og skýrum ramma ábyrgð, upplýsingagjöf og aðkomu íbúa. Umboð ítrekar að markmið bókunar okkar var að tryggja gagnsæi, fagmennsku og jafnræði í meðferð málsins, ekki að draga úr mikilvægi verkefnisins eða frumkvæði einkaaðila. Ábyrgð bæjarstjórnar að standa vörð trausta stjórnsýslu og að íbúar Reykjanesbæjar hafi fullt traust á ferlinu. Umboð vísar jafnframt til fyrri bókunar sinna þar sem bent var á að ferli málsins þyrfti að vera skýrt, opið og faglegt og í samráði við íbúa og hagsmunaaðila verði tryggt áður en ákvörðun tekin. Ég óska að þetta verði bókað. Síðan langar mig að svara kom í ansvar hvað var það Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Umboð hafnar þeirri túlkun meirihlutans að gagnrýni þess hafi beinst að sveitarfélaginu eða Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Gagnrýni umboðar beindist að vinnubrögðum ríkisins sem hefur tekið ákvarðanir og lagt fram breytingartillögu án samráðs við Reykjanesbæ. Umboð telur slíkt verklag algjörlega óásættanlegt enda snerta þessar ákvarðanir skipulag og þróun svæðisins sem hefur bein áhrif á bæði íbúa og stofnanir bæjarins, þar á meðal Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Sveitarfélagið á að hafa raunverulegt aðkomuvald og að samráð fari fram áður en mál eru lögð fram að hálfu ríkisins. Umboð telur gagnrýnina tímabæra og nauðsynlega. Því það á þessu stigi málsins sem sveitarfélagið þarf að tryggja að ferli sé gagnsætt, faglegt og í samráði við góða stjórnsýsluhætti. Þetta snýst ekki andstöðu við verkefnið, heldur verið að tryggja ábyrgð vinnubrögð og virkt samræð á milli stjórnvalda og Reykjanesbæjar. Umboð stendur við fyrri bókanir sínar og leggur áherslu á að bæjarstjórn Reykjanesbæjar beiti sér fyrir góðu samstarfi við ríkið í þágu íbúa og traust í stjórnsýslu. Ég óska að þetta verði búið. Kærar þakkir fyrir þetta. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti, með leyfi forseta, ekki að vera langorð þetta á þessum tímapunkti, þá fékk ég tölvuritara í láni og með leyfi forseta vil ég lesa upp nokkra línur úr bókun bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur. Þar sem bókun kemur, af því hér var verið að ræða hvað var sagt í þeirri bókun, en hér það bara skýrt. Bókun umbótar.
og hefst lestur. Það er verið að ráðstafa einu verðmætasta svæði bæjarins, án útboðs, án jafnræðis og án raunverulegs gagnsæis. Þrátt fyrir fyrri mótmæli okkar hélt meirihlutinn, Framsókn, Samfylkingin og Bein leið áfram og lét Usk taka málið upp, fá kynningu og taka ákvörðun án þess að tryggja opið ferli. Við teljum þetta grafalvarlegt bæði fyrir stjórnsýslu bæjarins og traust almennings og leggjum því fram bókun þar sem við krefjumst þess að málið verði stöðvað strax. Lestri lýkur. Virðulegu bæjarfulltrúar, nú hefur fundi okkar verið í 2 klukkutíma. Hér hefur fólk fengið að tjá sig þetta mál og leggja því til að við höldum áfram veginn. Margrét Sandnes, viltu koma upp í 3. skipti í stutt andsvör? Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil nú taka aðeins undir með bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur að hluta til. Og það var tekið úr samhengi í bókuninni að ég held að ég geti bara deilt með henni að okkur finnst umræðan sem var hjá umhverfis- og skipulagssviði við ákveðin aðila að þá fannst okkur eins og það væri komið eitthvað ferli af stað. Þannig að það var það sem að ég líti allan á það bókun hjá bæjarfulltrúa Margréti að hún sé í rauninni að benda á það. Vissulega eru stór orð látin falla en þetta er auðvitað grafalvarlegt ef að menn eru komnir út fyrir verksvið sitt því að ég allan að stöðu þeirri meiningu þegar við ræddum þetta í bæjarráði að umhverfis- og skipulagsráð væri í rauninni að skoða hvort þetta ætti að vera opið svæði eða hvort það ætti að fara áfram með það. En við erum ekki með bókun í þessu máli. Ég veist bara mikilvægt að þetta verði unnið vel og þetta er ekki orðin loka ákvörðun. En fyrst ég er nú komin hérna upp með leyfi forseta að þá vil ég bara ítreka það að í ræðu minni þá lögðum við áherslu á það Sjálfstæðisflokkurinn að við fögnum atvinnuuppbyggingu, við fögnum uppbyggingu, að menns vilji flyttinga, vilji koma einna og svo framvegis. Þannig að það er alveg merkilegt að þurfa alltaf að snúa út úr orðum. Varðandi orðalag í byrjun bókurinnar, þá nefni ég sérstaklega að það er hvernig orðið þetta, í besta falli óskýr stefna og í versta falli engin stefna. Þannig að það var aldrei bara sagt að það var engin stefna, það var bara í besta falli óskýr að okkar mati. En þarna er bara ágreiningur og gott að það sé það komið á hreint hér. Takk. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, enn fjöllum fundargerð Usk frá 17. október síðastliðnum. Bara til staðfestingar á því sem hefur komið inn fram. Ég deili nú eiginlega skilningsbæjarfulltrúa Margrétar Sandnes að Usk taka afstöðu til þess hvort að þetta sé land sem við viljum taka undir byggingu og gera breytingar á skipulagi á. Það er allavega minn skilningur og ekkert annað en það. Hvort að það sé síðan þannig að aðilar komi fyrir ráð, kynni hugmyndir sínur og annað, að það hefur nú ítrekað náttúrulega verið til staðar í ýmsum verkefnum í sveitarfélaginu, sérstaklega þegar þeir eru aðilar málsins. Þeir eiga lykil, þetta verður ekkert ennur raunveruleika alveg sama hvernig það er neinar hugmyndir nema með aðkomu eigenda lóðarinnar. Mér langar svo aðeins að koma inn á bókun Margrétar Þórarinsdóttur, bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur og velti fyrir mig bara hvernig gengur stjórnsýsla fyrir sig. Ef ég ætti að hlusta á þetta bara utan á bæ, að þá er eins og menn séu búin að vera mall eitthvað ofan í skúfunni, búa til eitthvað drullumall
og koma svo með það upp á yfirborðið og reyna að moka því í gegnum stjórnkerfi hérna. Þú veist, fyrst þegar þessar hugmyndir koma hérna upp á yfirborðið, hvað er gert þá? Það er farið með þetta fyrir bæjaráð, hlutirnir eru ræddir þar, með allar upplýsingar fyrir alla bæjarfulltrúa hérna, nákvæmlega sem allir hafa. Og hvað er gert? Herðu, við þurfum fyrst að átta okkur á því hvort við höfum einhvern áhuga á að byggja eitthvað hana. Vísum þessu til umhverfis- og skipulagsráðs til að taka afstöðu til þess. Er það gagnsætt? Er það opið ferli? Er það ábyrg stjórnsýsla? Hafa íbúar einhver aðkoma að því að sjá þessar upplýsingar og komast af því hvað er að gerast þarna? Er þetta eðlilegt ferli málsins? Er þetta góð stjórnsýsla? Ég held að þau eru bara hver og einn að dæma það fyrir sig, en ég er alltaf búin að heyra þessar ásakanir í þessu máli hérna sem eru bara mjög sterkar. Og ef það væri einhver sómi að, þá myndi ég nú halda að bæjarfulltrúar og umbúðir myndir hreinlega bara draga þessa fyrri bókun sem tilbaka. Takk fyrir. Virðulegu bæjarfulltrúar, nú stoppar forseti þessu umræðu. Hún er orðin ágætt. Klukkan var margt og hér hefur fólk fengið að segja sína skoðun þessi verkefni. Ég velti fyrir mér hvort í eðlilegu framhaldi þar sem að forsetanefnd sveitarfélagsins hittist núna í byrjun nóvember, hvort að það væri eðlilegt að fara fram á það í þessum stól þar sem að við erum komin greinilega í harða kosningabaráttu að ef bókanir verða hér á fundum að það verði lagðar fram fyrirfram þannig að við forðumst þennan misskilning hver sagði hvað. Það er bara eitthvað sem að við forsetar getum skoðað í framhaldinu. Út af því að þessi fundir hér sem er okkar heilagasta vald í okkar sveitarstjórnarmálum og ekki að snúast upp á ég heyrði hvað hún sagði, ég heyrði hvað þú sagðir. Þetta er komið út í frekar mikið hrærugraut hérna í þennan merkastól þannig að við skulum rýna það sérstaklega. Forseti vill hér bera upp til atkvæða fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í heild sinni fyrir utan þau sértæku mál sem forseti fór yfir hér í byrjun fundar. Og hér fara allar hendur á loft. Kæra þakki fyrir það. Þá erum við hér komin á þriðja mála á dagskrá fundarins, fundargerð velferðarráðs frá 9. október síðastliðinn. Orðið er laust fundargerðina. Eyjólfur Gíslason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðu gestir. Ég kem hérna upp vegna fundargerðar velferðarráðs frá 9. október síðastliðnum og það er nú yfirlega þannig í velferðarráði að það er mörg mál á dagskrá hverju sinni til umfjöllunar sem við fulltrúar ráðsins tökumst á af kostgæfni og líka af gleði og sem mætti nú alveg vera meira af í stjórnmálum yfir höfuð en þótt að málin séu krefjandi. Þannig að nú gott líka að við getum aðeins brosa. En í fundargerðinni eru mál þess eðlis að það er verið að skerpa eða breyta reglum sem ráði til og jákvætt sem er hægt að kynna sér í fundargerðinni. En ég ætla sérstaklega að fjalla 2 mál í fundargerð velferðarráðs og þá byrja ég á máli 1 félagslegt húsnæði, eignasafn, biðlisti, biðtími eftir úthlutun. Og samkvæmt fyrirliggjandi gögnum sem tekin eru saman á velferðarsviði Reykjanesbæjar kemur fram að það eru 163 einstaklingar á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Mikilvægt starf er unnið innan velferðarsviðs þegar kemur að skjólstæðingum sem þarfnast félagslegs húsnæðis og það er ánægjulegt að sjá að mat á félagslegum aðstæðum skjólstæðinga eru markvissari og því forgangsröðun við úthlutun orðin skýrari. Markmið allra sveitarfélaga ætti að vera að stytta biðlista og skoða fjölbreyttari leiðir til að tryggja fólki húsaskjól þegar þörfin er mest.
Og við í Reykjanesbæ megum vera stolt af til dæmis verkefni okkar með smáhýsin í þessu samhengi. Það má færa fyrir því ýmis rök að sveitarfélagið þurfa að endurskoða kerfið, auka framboð og fara í enn frekara samstarf við óhagnaðardrifin leigufélög. Og í ljósi þessa þá langar mig að koma fram með bókun með leyfi forseta. En í ljósi samantektar stöðu á eignasafni, biðlista og biðtíma eftir úthlutun á félagslegu húsnæði ástæða til að óska eftir því að gert verði samanburðarhæft yfirlit og mat þar sem að meðal annars skoðað hvernig Reykjanesbær stendur gagnvart öðrum samanburðarsveitarfélögum kemur að félagslegu húsnæði. Samlega því að meta kosti og galla óhagnaðardrifinna leigufélaga sem eru í nánari samstarfi við önnur sveitarfélög og áhrif þeirra á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Slíkt yfirlit myndi styrkja umræðuna framtíðar stefnumótun í málaflokknum. Það mikilvægt að hafa í huga að stefna og ákvarðanir sem hentuðu áður geta þurft endurskoðun í ljósi breyttrar samfélagsgerðar og fjölbreyttari íbúahópa og breyttra þarfa á hverjum tíma fyrir sig. Með fjölbreyttara framboði, reglulegum samanburði og opnum hug á aðra leiðir, það má mögulega bæði stytta biðtíma og biðlista og tryggja að félagslegt húsnæði nýtist þeim sem mest þurfa að halda í rauntíma. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Eyjólfur Gíslason, Margrét Sandes og Birgitta Rún Birgisdóttir. Áður en ég held lengra þá ætla ég aðeins að fá að nefna eitt að þegar við erum að tala félagslega kerfið okkar þá bara gott að við öll höfum það í huga að það sannarlega hópur hér í okkar samfélagi sem þarf á okkar hjálp að halda og hefur ekki sínar eigin bjargir. Þannig að það gott að hafa það í huga og hjarta þegar við fjöllum mál sem þessi. En þá komið að máli nr. 5 sem ég ætla að fá að fara aðeins yfir, en það voru sannarlega góðar umræður á fundi velferðarráðs sem ég sjálfur fulltrúi í og það koma fram áhyggjur ráðsins vegna máls 5 sem drög að frumvarpi til laga brottfarastöð. Það út frá þeim fundi og umræðum sem voru þar á fundinum að velferðarráð óskaði eftir því að velferðarsvið eða sviðsstjóri velferðarsviðs myndi skila inn umsögn í samráðsgátt stjórnvalda vegna málsins og það var gert. En af því að ég bókunarglaður hér í kvöld greinilega þá langar mig að fá bóka með leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn opinn fyrir hugmyndum brottfarastöð en bendir á að það margt óljóst í núverandi drögum frumvarps til laga sem til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Þar sem gert ráð fyrir því að brottfarastöð verði staðsett á Suðurnesjum nauðsynlegt að meta áhrif slíkrar starfsemi á samfélagið, innviði og þjónustu sveitarfélagsins. Við tökum undir áhyggjur sem fram koma í umsögnum velferðarráðs Reykjanesbæjar og Sambands íslenskra sveitarfélaga og leggjum áherslu á að gagnsætt samráð ríkis og sveitarfélaga hér á Suðurnesjum verði tryggt vegna málsins. Þá mikilvægt að mannúðarsjónarmið, öryggi og réttindi verði í forgrunni í þeim takmörkunum sem hlýst af úrræði, sérstaklega þegar vistunartími samkvæmt drögum frumvarpsins óljós. Þá ítrekað að ríkisvaldið á að bera allan tilheyrandi kostnað af rekstri og þjónustu af ofangreindu úrræði og þá hvetjum við ríkisvaldið að auka samráð og samtal við sveitarfélög, félagasamtök og aðrar stofnanir sem hafa áhyggjur af brottfarastöð. Og undir þetta skrifa
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Eyjólfur Gíslason, Margrét Sanders og Birgitta Rún Birgisdóttir. Og þar hef ég lokið máli mínu og þakka fyrir góða áheyrn. Kærar þakki fyrir þetta. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Eyjólfur. Og bara, já, virðulegi forseti, fyrir ekki. Já, á þessum fundi var, hann var ánægjulegur vissulega og það var einmitt margt lagt fram í sambandi við að skerpa reglur og annars vegar og líka bara að koma með staðreyndir hins vegar. Ég ætla aðeins að svona bregðast til bókuninni í sambandi við Bjarg, fyrirgefi óhagnaðardrifið leigufélag, og þá ætla ég líka að tala að það var skrifuð viljayfirlýsing árið 2022 að mig minnir að ég fekk þær upplýsingar og við Bjarg, ef ég að fara með rétt mál, kannski bæjarstjóri Kjartan viti betur þetta. En þau sóttu þá ekki leyfi það ár, en það var þá árið 2023 sem þau sóttu svo aftur leyfi til húsnæðis- og mannvirkjastofnun. En eins og til dæmis með Bjarg þá það 40% þeir sem eru þar borga að mér skilst 40% minna að leigu af almennri leigu og að þetta tengist þá líka þá launum hvers og eins. Þetta svona í þá samstarfi við þá, þetta náttúrulega á vegum ASÍ og BSRB og já, þetta til að tryggja leigulágum, fyrirgefið, tekjulágum, já, akkurat það orð sem ég ætlaði að fá, húsnæði. Þannig að það væri frábært ef við myndum þá halda áfram við þessa viljayfirlýsingu sem var gert 2022 og ég alveg sammála, ég ætla að taka undir þessa bókun að við þurfum á því að halda og þetta líka að mér skilst, það byggingarleyfi í Dalshverfi nú í gangi við óhagnaðardrifið leigufélagi. Þannig að ég tek undir það að við þurfum að endilega að keyra það áfram. Annars var það ekkert annað sem ég ætlaði svo sem að fara yfir. Hann fór yfir líka einmitt mál í sambandi við brottfarastöðuna. Ég svo sem alveg tek undir þessa svona bókun, bara að við förum bara að við höfum samtalið, fáum samtalið Reykjanesbær og líka bara að það verður bara mannauður að leiðarljósi. En já, annars var það ekki. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Virðulegir bæjarfulltrúar, forseti gleymdi hér í byrjun máls að fara yfir það að mál númer 2 í fundargerðinni, reglur fjárhagsaðstoð tillaga til breytingar, þarf að taka hér upp sem sérstakt mál. Þetta mál helstu breytingarnar á þessu máli eru reglur Reykjanesbæjar fjárhagsaðstoð sem eru til þess fallan að skerpa á grunni núverandi verklags. Það það sem er verið að gera í þessu máli. Þar var líka lögð aukin áhersla á að huga eftir sérstaklega aðstæðum barna foreldra á fjárhagsaðstoð, sér í lagi þegar kemur að þáttökum þeirra í þroskandi félags- og tómstundastarfi. Þannig að þar sem að forseti sá ekki fleiri hendur á lofti, vil forseti bera upp mál 2 sérstaklega til umræðu og samþykktar. Geta bæjarfulltrúar samþykkt mál númer 2. Kærar þakkir fyrir það. Eru fleiri sem hafa áhuga á að tala fundargerð velferðarráðs? Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar,
Mér langar að koma aðeins hérna upp undir umræðanum brottfararmiðstöðina sem var tekin hérna sérstaklega fyrir á fundinum og kannski sérstaklega bara vekja athygli hérna okkar fundarins hérna á því hvað þetta þýðir í raun og veru sem að hvað upptaktur í gangi hérna með brottfararmiðstöðinni. Því að þegar við skoðum greinargerðina með frumvarpinu og hérna þar í 3. málsgrein meginefni frumvarpsins kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta þegar maður komið svona fyrir miðja málsgrein hérna. Mælt fyrir að lögreglustjórinn á Suðurnesjum beri ábyrgð á rekstri brottfarastöðvar. Gott og vel. Gert ráð fyrir að brottfarastöð samkvæmt frumvarpi þessu verði komið upp nærri stærstu landamærastöð Íslands, það á Suðurnesjum. Einnig stendur til að flytja móttökumiðstöð samkvæmt 27. grein laga útlendinga nr. 80/2016 á Suðurnesin og að lögreglustjóranum á Suðurnesjum verði með starfseiningu þar. Þá lögregluembættinu falin ábyrgð á framkvæmd ákvarðana brottvísun og frávísun. Og í þessu tilliti lagt til í 22. grein frumvarpsins að liður 5. greinar lögreglulaga nr. 90/1996 falli brott sem kveður á hlutverk ríkislögreglustjóra til að reka heimferðar og fylgdardeild sem annast meðal annars framangreint. Leiða má líkur að því að staðsetning þessara 3 eininga við landamærin og að brottfarastöð og heimferða og fylgdardeild heyri undir sama lögregluembætti muni auka hagræði og skilvirkni. Þannig að hvað þýðir þetta? Og þetta eitthvað sem við þurfum algjörlega að taka með okkur inn í samtalið. Það ekkert bara verið að setja lög brottfararmiðstöð sem mjög vinsælt í samfélaginu í dag og nauðsynlegt að ákveðnu leyti. Það verið að taka ákvörðun það að flytja líka móttöku alls flóttafólks á Suðurnesin, allar sem sækjum alþjóðlega vernd og því líkt, og eins að heimferðin og allt sem því fylgir verði staðsett hérna á þessu svæði. Og þess vegna tek ég bara algjörlega undir það að það séu vandaðar samfélagslega greiningar á því hvað þetta þýðir. Því að ég velti líka öðru fyrir mér. Ok, spólum þessi gegn, samþykjum brottfararmiðstöð og svo öllu sem kemur þarna á eftir. Hvað að tala í tíma? Þetta opinber þjónusta, það þurfa að vera til opinbera lóðir, það þarf að vera til eitthvað, ef að hugmyndinu svo að byggja eitthvað apparat, sko. Það ekki að fara að gerast á einni nóttu, sko. Það mun taka tíma. Ekki nema fólk hafi einhverjar útópískar hugmyndir það að ætla sér að taka eitthvað húsnæði hérna í samfélaginu, girða það af og kalla það brottfararmiðstöð, móttökumiðstöð og allt það sem þessu fylgir í frumvarpinu. Ég hef áhyggjur af því. Því að það það sem við höfum séð gerast hér. Þegar Vinnumálastofnun hefur komið hérna og að fara að þjónusta einstaklega hérna í samfélaginu, akrakadabra, sko, við ætlum bara að leigja blokk hérna við hliðina og nei, þetta ekkert mál, þetta verður ekki nema 1200 manns hérna á vergangi hérna í sveitarfélaginu. Og auðvitað eigum við að þjónusta þetta fólk og koma hérna góðu skikki á þennan málaflokk og annað. En ég tel að það sé ekki ábyrgt að moka þessu öllu hérna á Suðurnesin án þess að því sé fylgt eftir af einhverju viti og það komi alvöru uppbygging sem fylgir þessu ef að þetta verður svo niðurstaða sem að ríkið ætlar að ganga fram með. Því sporin hræða bara í þessum efnum, sko, að mínu viti séð. Og það allt það sem mér finnst vera svolítið óskýrt í þessu og þar reynir á okkur pólitíska fulltrúa að fylgja þessu eftir, styðja starfsmenn sveitarfélagsins í að gæta hagsmuna íbúa og þetta sé gert almennilega verði niðurstaðan svo að þetta sé staðsett hérna. Þetta ekki bara brottfararmiðstöð, þetta allt heila klappið sem undir. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, bæjarfulltrúi Bjarni. Forseti vill koma hér aðeins undir þennan fundalið og vera sammála þau sem að hér hafa sagt sín orð. Það samstaða þetta mál, þar að segja að þetta ekki nógu skýrt. Við vorum hér stödd á aðalfundi Sambandssveitarfélaga á Suðurnesjum ekki fyrir löngu. Og það var alveg einhugur í Suðurnesjamönnum að fá svör. Þau ekki til staðar, þar að segja stundum heyrist brottfararmiðstöð á Suðurnesjum og stundum heyrist brottfararmiðstöð. En það alveg ljóst og í eðli hlutana annars staðar í
flest öllum Evrópulöndum, ef ekki öllum, nema hér, að slík stöð við hlið flugvallar. Þannig að við sjáum alveg hvað að koma, við vitum bara ekki hvernig það á að vera og með tilliti til uppbyggingar, deiliskipulagsvinnu og annað að þá hefði sú vinna átt að vera hafin með það að við erum að fara að samþækja úrræði sem ekki byggt. Þannig að það alveg ljóst að þessi bæjarstjórn stendur í fæturnar hvað þetta varðar og hefur beðið dómsmálaráðherra aukið samtal og aukið samstarf og forseti vonar hún hafi tekið það til sín þegar hún hitt okkur á fundi SSS. En orðið laust fundargerð velferðarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefi þess merki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það. Þá erum við komin að síðasta mála á dagskrá fundarins og það fundargerð menntaráðs frá 10. október og hér Sverrir Bergmann Magnússon. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég kemur upp undir fundargerð menntaráðs Reykjanesbæjar frá 10. október. Síðastliðin til stuttlegir fundargerðina. Fyrsta mál verklag vegna undirmönnunar í leikskólum Reykjanesbæjar í menntaráði þann 7. júní síðastliðnum var ákveðið að skipa starfshóp til þess að fara yfir verklag vegna undirmönnunar í leikskólum Reykjanesbæjar. Í hópnum voru leikskólafulltrúi, mannauðsfulltrúi, menntaráð og svo fulltrúi leikskólastjóra, leikskólakennara og foreldra leikskólabarna. Starfshópurinn hittist tvisvar þann 25. júní og 19. ágúst síðastliðna og setti saman nýja uppfærða útfærslu að leiðbeinandi verklagi vegna undirmönnunar í leikskólum Reykjanesbæjar ásamt því að framganga málsins var tekin fyrir í menntaráði þann 29. ágúst síðastliðnum. Erindinu var svo frestað á síðasta fundi menntaráðs þar sem að talið var að skjalið væri ekki alveg komið á rétta stað. Síðan yfirfóru mannauðsfulltrúi, leikskólafulltrúi, sviðsstjóri menntasviðs og formaður menntaráðs ásamt gæðastjóra Reykjanesbæjar skjalið og það sent aftur út til starfshópsins sem kom ekki með neinar athugasemdir við skjalið. Skjalið var svo samþykkt á þessum fundi menntaráðs og vísað til bæjarráðs vegna kostnaðar sem kann að myndast vegna bakvarðasveitar. Í máli 2 hljóðvist í leik- og grunnskólum. Lögð var fram tillaga til að mæla hljóðvist í leik- og grunnskólum Reykjanesbæjar en slæm hljóðvist getur haft neikvæð áhrif á einbeitingu, námsárangur og líðan nemenda auk þess sem hún eykur raddálag, streitu og starfsþreytu hjá starfsfólki. Góð hljóðvist forsenda heilnæms náms- og starfsumhverfis og því brýnt að tryggja markvissa eftirfylgni og úrbætur á þessum þætti í skólum sveitarfélagsins. Ráðið tók vel í máli og sviðsstjóra var falið að vinna málið áfram. Þriðja mál, skráningardagar í leikskólum, framkvæmd kannana. Í bæjarráði þann 17. október 2024 var samþykkt að fara í skráningardag í leikskólum Reykjanesbæjar frá og með 1. janúar 2025. Bæjarráð fól leikskólafulltrúa að taka saman gögn árangur verkefnisins að 12 mánuðum liðnum og kynna fyrir bæjarráði. Síðustu skráningardagar ársins voru núna sitthvoru megin við nýliðna helgi. Til þess að átta okkur svo betur á hvernig skráningardagarnir hafa gengið var lagt til að sendir út könnun til foreldra leikskólabarna annars vegar og svo til leikskólakennara hins vegar til þess að athuga hvernig fyrirkomulagið hefur gengið fyrir sig og hvort það sé eitthvað sem má betur fara. Menntaráð tók vel í þetta erindi, yfirfór þær spurningar sem verða lagðar fram og þessar kannanir verða svo sendar út á allra næstu dögum. Svo það 5. og síðasta mál þessara fundargerðar en það var snjalltæki í grunnskólum, drög að frumvarpi til umsagnar í samráðsgátt. En þarna fór ráðið yfir drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum grunnskóla nr. 91/2008 varða notkun síma og snjalltækja í grunnskólum og sendu inn umsögn nokkrum dögum síðar. Og hér mjög svo stuttur úrdráttur úr umsögninni. En menntaráð Reykjanesbæjar styður meginmarkmið frumvarps til breytinga á grunnskólalögum notkun síma og snjalltækja og leggur áherslu á að skýra reglur og samræmd stefna tryggi jafnræði og vellíðan nemenda. Ráðið vill að reglugerðin verði unnin í víðtæku samráði við skólasamfélagið og að áhersla verði lögð á fræðslu, forvarnir og jákvæða stafræna menningu fremur en einfalt bann. Ráðið hvetur stjórnvöld til þess að veita fjármagn til fræðslu, rannsókna og stuðnings við innleiðingu reglna og bendir á að Danmörk hafi ákveðið að gera skóla og frístundaheimili símalaus með sambærilegu fjármagni til stuðnings. Að lokum leggur ráðið á áherslu að íslensk stjórnvöld sýni forystu í málinu og tryggja breytingar stuðli að farsæld og jafnrétti barna. Frábært. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð menntaráðs, Birgitta Rún Birgisdóttir.
Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Ég kem hingað upp mjög stuttlega undir fundargerð menntaráðs síðan 10. október síðastliðinn. Mér langar að koma aðeins inn á það að það hefði verið gagnlegt að það hefði verið fleiri gögn undir þessum fundi. En leið langar mig að fagna því að verið sé að vinna verklagi vegna undirmönnunar í leikskólum og einnig tel ég að það sé mjög jákvætt að gera í könnun á ánægju foreldra og leikskólakennara með skráningardaga í leikskólum. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust. Kæri bæjarfulltrúar, þeir sem samþykkt geta fundargerð menntaráðs vinsamlegast gefið merki og hér fara allar hendur á loft. Nú, kæra yndislega fólk sem er hér samankomið í dag, takk fyrir frábæran fund. Nú hefur formlega dagskrá bæjarstjórnar verið tæmd og fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 705 hér slitið.